Jæja, verum velkomin. Hér ætlum við að fara í ferðalag sem hefst í algerri örvæntingu en endar á augnabliki undraverðarar opinberunar. Byggt á frábæri greiningu Marie Noel Thabbuth á biblíutextum munum við skoða hvernig nýr skilningur á gömlum ritningum gat gjörbreytt öllu fyrir heila hreyfingu. Byrjum þar sem allt virðist búið. Hugsum okkurar aðstæðarnar. Við erum á veginum til Emmás. 2 lærisveinar eru að ganga í burtu frá Jerúsalem gjörsamlega niðurbrotnir. Allar þeirrar vonir hafa verið að engu gerðar. Maðurinn sem þau héldu að myndu frelsa Ísrael, hann var dáinn. Þessi eina setning, hún nær þessu svo fullkomlega. Þessari tilfinningu algjört og endanlegt tap. Allt í lagi, þannig að myndin er nokkuð skýr. 2 fylgjendur eru að yfirgefa borgina sem hafði verið miðpunktur allra vona þeirra og þeir eru á leið út í tómið. Heimurinn þeirra er einfaldlega hrunnin og á meðan þeir ganga eru þeir að reyna að púsla saman þessum hærrilegu atburðum, reyna að finna einhvert sens í þessu öllu saman. Og þetta er náttúrulega spurningin sem brennur á þeim. Þetta er kjarnin í öllu þeirra samtali. Hvernig gat maðurinn sem þau trúðu að væri sendur á Guði endað svona, krossfestur eins og glæpamaður? Þetta var bara hreinlega tversátt sem enginn virtist geta leyst. Jæja, hvernig byrjum við þá að leysa þessa ráðgátu? Fyrsta vísbendingin, og hún er kannski ekki þar sem að býst við henni, hún finnst ekki í tómri gröfi fyrstu, heldur í mannesku. Í Pétri postula og þeirri gjörsamlega ótrúlegu umbreytingu sem hann gekk í gegnum. Sko, þetta er alveg ótrúleg andstæða þegar maður pælir í því. Annars vegar höfum við Pétur, mannin sem var svo lokandi hræddur að hann þorði ekki einu sinni að viðurkenna að hann þekkti Jesú. En svo, bara 50 dögum seinna, stendur sami maður upp fyrir framan risastóran mannfjölda og talar af krafti og sannfæringu. Hvað hjá ósköpunum gat hafi gerst? Og punkturinn er þessi. Þetta var ekki bara einhver smá hugarfarsbreyting. Umbreytingin var svo algjör, svo róttæk að hún er í raun sögð vera kraftaverk. Þessi nýji styrkur, þessi djörfung, hún kom ekki innan frá honum sjálfum. Eitthvað stórkostlegt utanákomandi hlaut að hafa átt sér stað. Og nú erum við komin að kjarna málsins, lykillinn að ráðgátunni. Því fyrstu kristnu mennirnir voru ekki að búa til nýja sögu úr lausu lofti, þvert á móti. Það sem þeir gerðu var að læra að lesa sínar eigin, fornu helgu ritningar í algjörlega nýju ljósi. Það sem Pétur gerir sem er svo snjallt er að í stóru ræðunni sinni á Hvítasunni er hann ekki að koma með einhverja nýja opinberun. Hann vitnar í eldgamlan sálm. Hann notar þessi orð til að útskýra það ótrúlega sem hafði gerst og heldur því fram að þessi texti hafi í raun og veru alltaf verið að tala um Jesú. En þá spyr maður sér, ekki satt. Þetta er svo risastúra vitsmunalega áskorun sem þau stóðu frammi fyrir. Þessi sálmur hafi verið til í 100 ára, hvernig gestu tekið texta sem allir þekktu og allt í einu sagt að hann þýði eitthvað allt annað. Hvað sáu þeir sem enginn hafði séð áður? Sko, þetta gerðist eiginlega í svona 3 pörtum. Fyrst var upprunalega merkingin bæn fyrir þjóðinni, vonum að hún myndi ekki deyja út. En svo, eftir upprisuna, gerist eitthvað. Þau sjá nýja við. Þau hugsa, hvað ef þetta snýst ekki um heila þjóð, heldur um einn mann. Og þar sem Jesús hafði sigrað dauðan, þá var niðurstaðan eiginlega gefin í þeirra augum. Sálmurinn flutt að vera spáðumur um hann. Þannig að þetta var ekki eins og þeir varu búa eitthvað til. Þetta var meira eins og þeir hefðu fundið týndan lykil herbergi sem hafði alltaf verið þarna. Þessi enduruppgötvun var hreinlega vitsmunalega bylting sem var svo undirstaðan fyrir allt sem þau sögðu og gerðu. Og með þennan nýja skilningi í farteskinu gátu þeir gert eitthvað annað merkilegt. Þeir gátu tekið gömul og oft flókin þrúarleg hugtök og útskýrt þau á alveg nýjan hátt, gefið þeim nýja og dýpri merkingu fyrir fólk sem var að heyra þetta í fyrsta skipti. Tökum hugtakið ótti við Guð eða guðsótti, það hljómar kannski frekar neikvætt fyrir okkur í dag. En það sem Pétur er að gera í bréfinu sínu er að endurskilgreina það. Hann er að segja, þetta snýst ekki að vera skelfingu losnin. Þetta er eins og sambandið milli barns og ástríks föður, samband byggt á virðingu og trausti. Þetta er algjör umbreyting á hugtakinu. Og svo er þetta með að vera endurleyst með blóði. Þetta hljómar svolítið, óhuggulega, það ekki eins og einhvers konar viðskipti. En þegar maður setur það í samhengi páskaháttíðarinnar, þá var blóðið á dýrastöfunum ekki greiðsla. Það var merki um frelsun frá þrælahaldi. Það var tákn nýtt upphaf og algjört frelsi. Allt í lagi, komum okkur aftur á veginn til Emmás. Lærisveinarnir 2 eru ennþá í myrkrinu. En núna
Núna nálgast lausnin. Sagan að ná algjörum hápunkti. Sko, þessi ókunnugi maður sem allt í einu farin að labba með þeim, hann gerir nákvæmlega það sem við vorum að tala áðan. Hann byrjar á Móse, fer í gegnum alla spámennina og sýnir þeim þennan rauða þráð sem liggur í gegnum alla ritningarnar. Þráð sem endar nákvæmlega á þessum atburðum í Jerúsalem. Hann að gefa þeim lykilinn. Og þessi skilningur, þessi aha-moment, það ekki bara einhver heila leikfimi. Þetta eitthvað sem fer beint í hjartastað. Þegar þau segja brann ekki hjarta í okkur, þá lýsa þau upplifun þar sem hausinn og hjarta tengjast. Þetta augnablíkið þar sem allt smellur. Þetta ferli alveg magnað þegar maður breytur það niður. Fyrst algjört vonleysi, síðan kemur skilningurinn, þegar reikningarnir eru opnað fyrir þeim, þau skilja af hverju. Og það leiðir til þess að þau þekkja hvern þegar brauðið brotið. Og hvaða gerist þá? Þau sitja ekki kyrr, þau hlaupa tilbaka, gjörbreyttar manneskjur. Umbreytingin algjör. Jæja, tökum skref tilbaka og horfum á stóru myndina. Því þetta snýst svo miklu meira en bara þessa einu sögu. Þetta snýst eitthvað alveg grundvallaratriði, máttinn sem býr í sögum og í túlkum okkar á þeim. Og kannski þetta magnaðasti punkturinn. Fyrir fólkið í kringum þau var sterkasta sönnunargagnið ekki endilega einhver tóm gröf. Það var fólkið sjálft. Hvernig gátt þessi hópur af fræddum fylgjendum breyst á einni nóttu í djarfa boðbera? Svarið lá í þessum nýja skilningi. Það var umbreytingin sem var svo sannfærandi. Og þetta kannski það sem við eigum að taka með okkur úr þessu öllu. Það þurfti ekki nýja bók eða nýjan guð. Það þurfti bara ný gleraugu til að lesa þá gamlu sögu sem þau þekktu nú þegar. Þessi nýji lestur var svo öflugur að hann skapaði í raun og veru alveg nýjan veruleika og nýtt samtílag. Og þess vegna endum við á þessari spurningu. Hún langt út fyrir þennan eina atburð. Hún minnir okkur á að sögurnar sem við segjum og hvernig við túlkum þær hafa ótrúlegan mátt. Þær móta ekki bara hvernig við hugsum, þær móta heiminn okkar. Og það fær mann til að velta fyrir sér hvaða gamlar sögur í okkar eigin lífi gætu þurft á nýjum lestri að halda í dag.